Já, góðan daginn. Ég ætla að taka fyrir afbrigði í Nimsanum sem byrjar svona. Biskup B4 er upphæðið af Nimsonundiskuörn og svartu fær ótt gott vald á E4-reitnum og leppar auðvitað rittanum. Hérna eru fjölmargir leikir eins og við vitum. Það er E3 auðvitað og dróning C2 er mjög algengur og rittar F3, en ég ætla að taka fyrir 8. vinsælasta leikin í stöðunni, dróning B3. Það er svona leikur sem hefur kannski farið dálítið svona undir radarinn og hvítur spyr svartan strax spurninga hvað hann ætlar að gera við biskupinn á B4 og ég ætla bara að taka þetta lið fyrir lið. Nú C5 er besti leikurinn að mínum mati, en ég tek það í lokin. Nú ef svartur drepur á C3 þá drepum við drottningu og þá erum við eiginlega komin út í mjög hagstæða stöðu tempo yfir, af því að oft í þessum stöðum þá leikur dróning C2 og hvað skal segja D5 og þá er leikið A3 oft og þá er búin að eyða einu tempo í A3 leikinn sko, en hérna verjum við ekki tempo í A3 og við erum bara búin að ná þessar stöðu upp strax. Ja, þó að sé ekki gott að drepa á C3 þá þurfum við nú að hafa einhverja hugmynd hvernig ætlum að tefla þetta. Svartur á ýmsa möguleika, við skulum byrja á hrókynningu og þá fyrir við biskupinn á G5 og leppum rittarann. Svartur getur leikið H6 eða B6, byrjum á H6 E3 og hérna komumst í svona mjög svona hagstæða Karlsbad stöðu. Svartur er náttúrulega búin að missa biskupinn, svartur þetta. Við erum biskupaparið og þægilega stöðu sko. Það getum alltaf pressa á C-línni og rittarinn getur farið að nokkurt á E2 eða F3 og svo B4, B5 eitthvað svo leiðis. Þetta er ekki svona kritikal. Nú B6 E3, þróum bara stöðun eðlilega og leikum þetta F3 til að valda E4-reitin. Tökum alveg E4-reitin á rittarunum og stingum upp biskupinn á B7. Svart getur reynt H6. Það er nú ekki gott að reyna með biskup, þá tökum við bara hér og leikum rittar E2 og leið að fara að opnast línur þá er það okkur í hagu þetta þegar við erum með biskuparið. Og hér leikum við bara hrókeringu, hrókur C1 og hrókur FD1 myndi ég halda. Svo er þetta alltaf E4, E5 fara að vera hótun. Þannig að það er eðlilega að drepa með peði. Hrókur C1, dróning 1-7. Svartur þrýstir á E3, en við megum bara taka á C7. Það geti því. Við eigum nefnilega vörn hérna við hrókur C8. Og þetta endatafli er alltaf mjög þægilt á hvítan. Við erum með biskupaparið, D5 er svolítið veikt. Aðri leikir eru kongur F8, en við sjáum að peðastaðan hjá svörstum er hæðileg. Hrókur 1-8 breytir engu, það er bara drepið og dróning G3 og við erum bara með miklu betri stuð, peðastaðan er rúst hjá svörstum. Og biskup A6, bara drepið á F6, dróning F4, kemur í vörnina og engin vandamál. Við eigum líka alltaf reita á F2 fyrir kongin. Þannig að þetta er rauninni mjög einfalt hérna eftir hrókynningu. Það er bara biskup G5 og hvítur fær betri stöðu. Og D5, þetta er svona sagt svipuleið og svartur fyrir þetta dróningin á C2, en hér eru rauninni bara tempo yfir. Þannig að þetta hlýtur að vera mjög þægilegt sko. Rittar F3, hrókering, biskup G5. Þetta getur tekið og leikir hrókur C1. Semst við erum að tefla gegn þessum C5 hugmyndum hjá svörstum. Getum alltaf tekið bara C5 og tekið með hrók og C3. Og C6, G3 er sniðut. Bara sína hvernig getur telst og rittar 1-5 og svartur og erfiðleikum með að koma rittarunum á B8 í spilið. Þetta er miklu þægilegst á hvítan.
Riddari D7, biskup Gunnar 2. Nú BSS er ekki gott, það er bara tekið, dróning C6 og dróningin verður rosalega sterk hérna á D6 og svartur er erfiðleikum með að klára liðskipan. Biskupin og C8 kemst ekkit út. Þannig að það er svona ýmis praktísk vandamál í svörtstöðinu. Nú getur upp C4, hrókering, besti leikurinn. Er ekki gott að taka á C4 þá er svartur hugsanlega að halda sér í skákinni með F5. Þannig við hrókerum. Og ef C5 það var bara tekið og þetta er miklu þægilega á hvítan. Svartur en þá með biskupin og C8. Hrókar 1-8 og kemur bara riddari E5, kemur við fyrir E5. Þannig að riddari B6, valdar á C4, riddari 1-5. Hér er ég með nokkra leiki viðbútt. Sjáum að biskupin og D7 er svona akkilesarhællin hjá svörstum í þessar stuð. A4, A5 að koma. P og B7 er veikt. Og þetta gæti telst eitthvað með svona. Þetta er einhver skák sem ég fann hérna í þessu. Já, hvítur er bara komin með miklu þægilegri stuð, meira rými og vann þetta að lokum. En ég ætla nú ekki að fara yfir heila skák, en halda mig bara við byrjunna. Þetta er allt í fælni í PGN-fælnum. Þannig að við sjáum í grunninn hvernig þetta er. B6 við getum til svona einhvern meginn. F5, þetta er nú saman þekkt, en eins og ég segi þetta er svona hagstæðar útgáfa. Við erum ekki búin að verja tempo í A3. Biskup 1-2, hrókering og svartu vill auðvitað reyna að búa til einhverja sókn á kongsvæng, svona einhvern drauma heimi, fara með hrókina F6, hróka H6 myndi ég halda. En hér leikum við bara eitt reynar einn og við erum næst að fara að leika semst F3, riddari D3 og B3 og við erum ekki með neinn vandamál. Við skulum bakka þess. Já, þannig að svona bregðast við þessum leik. Riddari 1-1. Riddari 1-4 strax er líka möguleiki. Dróning C2, F5. Riddari F3, teflum bara eðla, förum kalla nokkar á góða staði. Hér verður svartur að leika riddari C6, D6 er ekki góður, þá hvítur riddari G5 og það er vandamál á E6 og 1-4. Þannig að riddari C6, A3, ágætisleikur, förum undirbúa B4, A5, kemur við fyrir B4, hrókur D1. Og hér sjáum við örfunum grunnhugmyndirnar, það er B3 og D5 og biskupin fyrir á B2 og er sterkuð þar. Þannig að ég er búinn með hérna biskupin C3 og þessar stöðutýpur sem kom upp við það, en það segir sér sjálft að getur ekki verið gott að drepa á C3 og þetta gefa bara hvítum það sem maður vill fá venjulega dróning C2 afbröðinu nema þú tempo yfir. Já, næst ætla ég að taka fyrir þegar svartur leikur A5. A5 er ekkert alveg vitlaus leikur, svartur valdar biskupinn og ég stundum með eitthvað svona trikki A4 hugmyndir. Ég ætla bara að byrja á þeim leik, hérna A4. Svarti gerir sér vonir að vinna drottninguna og riddari B5, en hlutlegt er þetta ekki góðu leikur ef við vitum hvað erum að gera. Svarti getur reynt bæði riddari E4 og D6. Byrjum á D6 og drepa á D4, hóta riddari C2 skák, hróku B1, góðu leikur. Nú C6 og þá hefur við hérna leik sem eyðileggur dálítið partíði fyrir svörstum.
skákum og dreifum á G7 og endum semst bara kalli yfir hérna. Riddari 1-4 annar leikur, dróning H5 tekið, dróning 1-5. Nú hótum við báðum riddarunum á E4 og D4 og peðin á G7 þetta í einhverju tilvikum. Þetta svona smá flækjustig en ég ætla bara að sína hvernig það var að fara í gegnum það. Segjum kongur F8, dróning F6. Við hótuðum náttúrulega riddari drifur E6 hérna, þannig að dróningin fer á F6, riddari F3 og riddari Bjarni 5. Og þessi stað er unnin á hvítan þó við séum skipta mun undir. Nú svarti kongurinn er mjög veikur og við getum alltaf að fara að ná í riddaran á H1 mjög fljótlega. Hann á enga reyti. Já, þetta er bara erfið stað á svartan. Við getum verið hugsanlega að fara að leika biskup G5 eða þetta leik. Alltaf hótun á D8, dróning D8 mát. Þannig að já, maður þarf aðeins að hafa einhverju hugmyndi hvernig að bregðast við þessu. En þetta er allt í PGN-skráni. Nú tekið á C3 er leikur auðvitað og segjum A4, F3. Við erum að stefna á hugsanleika E4, D5 kemur yfir fyrir það, biskup F4, C6. Og svartur á líka riddari C6, það bara E3 og biskup G3. Já, við erum með aðeins betri stuð. Það er allt í fína þó hann drepa á G3, þá opnast bara hálínan og biskupin fer á D3 og riddar hann 1 og 2. Svo eru þetta með hálfopna C-línu. Nú C6, G4, upprópunarmerki. Við sem sagt komum alfarið í veg fyrir að svartur getur leikir riddari H5. G4, hrókering og 1-3. Og hérna sjáum við öðru plönin. Biskup D3 riddari 1-2. Svo getum við fara að langkrókera sem er mjög skemmtilegt og fara að sækja svartan á kongsvæng með H4. B6 kemur líka til greina, það var bara biskup G5, fastir liðir eins og venjulega. Leppum riddaran. Svarti getur reynt einhver svona leiki en bara með eðlilegri tafmennsku þá svartur svolítið erfitt með að hrókera stutt, það er náttúrulega opin hálína og riddar 1-2. Já, og við getum bæði leikið kongur F2 og hrókur og langkróka jafnvel sjálfur. Kannski vandamáli hjá svörstum í þessi ef hann langkrókera þá ég alltaf B4 og við erum svolítið fljótir að koma á kongin sko. Og það var til dæmis hér væri bara alveg hugmynd af kongin F2 og leikar húkar HB1 jafnvel. Þannig við skulum baka. Þetta er mjög svona easy game á hvítan sko. Stuttrókun biskup G5 eins og venjulega, E3 og hugmyndin er biskup D3 og riddari 1-2, riddari D7 og F3 svona klassist. Stingum upp í biskupin, völdum E4 riddin, hrókering og njótuðum svarum biskuparið og við erum bara með þægilegt rými. Svo getum við fara að tefla kannski upp á B4 eða eitthvað svoleiðis og svo er alltaf möguleiki jafnvel að leika E4 eða F4 eftir hrókeringu. Já, þannig að þetta A5, A3 biskup 1-7 er annar möguleiki. Þá kemur E4 og við bara tökum með miðborðið og erum með miklu betri stöðu. Næsti leikur er riddari C6. Nú riddari C6 hótar auðvitað D4 og hér er best að leika E3 og valda á D4 og opnaður í biskupin. En nú riddari F3 þá ætti kannski svartur eitthvað svona riddari E4 leik, getur verið að leika F5 og það er ekki víst að það sé eitthvað endilega svo slæmst að á svartan sko. Þannig að E3 er nákvæmur leikur hérna. Svartur á bæði D5 og stuttrókum. Byrjum á D5.
riddari F3. Hér var til dæmis A3 ekki nákvæmur, þá myndi svartur ná einhverju svona virkni sko, þannig að þess að passa sig, svolítið veikir á B3 núna. Riddari F3 er nákvæmuleikur. Riddari E4 er vafasamur, biskup D3. Nú þetta er með C4, þetta er bara með drottningu. Riddari A5, drang C2, press á E4. Nú B6, C4. Og hérna verður biskupin okkar á B2 alveg firnasterkur. Og svo erum við hugmyndir eins og D5 og F3 og hvítur stendur miklu betur. Já, hrókering er betri leikur. A3 núna. Segjum biskup upp í C3, A5. Við getum þess bara svona, við erum biskupparið og við erum bara að leika hrókur C1, hrókering, hrókur F1. Og riddarinn á CSS virkar svolítið asnalegur á mig sko, ég veit ekki alveg hvað er planið. Biskupin á D7 er passífur. Og biskupparið er náttúrulega svona aðal gulrótin í þessu afbrigði, við fáum biskupparið oft. Hvað sé á, A5, já. Nú riddarinn á 4. A5 hér, biskup D3, F5. Þetta er svona alveg eitthvað sem gæti virkað rökrétt hjá svartum. Við eigum alveg nokkra varnaraðferðir ef svartur reynir eitthvað að þenja sig á drottningaveng. Kannski byrja bara hrókur F6, biskup D2 og hér er átt með hugmynd að fara með biskupinu á E1 og svo riddari E5 og F3. Ég ætla að sýna bara hvernig það getur delst, G5 og riddari E5. Og hér er hugmyndin leika F3 og það er bara yfirbrösta og svartur er búin að opna sig allt og mikið á kongsvæng. Biskupin á E1 er mjög sterkur, getur farið á G3 setna. Segjum A4, það er svona bara svipað sko og það er alltaf hugmyndin að leika riddari E5 og F3 hérna. Hrókur C1. Já, og svo myndi ég byrja að leika H3 næst og síðan riddari E5 og F3. Kannski að þegar við leikum riddari E5 strax þá getur svartur kannski náða að leika drang H4 með einhverju svona tempovinning, hótar þá á H2. Bara svona benda á hið augljósa. En nú það. Þetta virðist vera kósí staða á hvítan. Nú drang eina 7, bara A3. Já, þetta teflist alltaf mjög svipað. Segjum að svartu teflu upp á eitthvað svona E5. Bara einfaldast að drepa á E5. Og svo bara fara með hrókan á línuna og riddari G3. En ef við leikum G6 þá getur við leikið biskup C2 með hugmyndin leika F4. Og F5 riddarinn er aldrei veikur hérna. Riddari C5. og leikur A4, þá kemur F4. Það er náttúrulega veikleiki á F6 núna. Drónika 1-6 og H3 og sjáum að kallarnir á E6 og F6 eru aðeins svona, já, þeir eru dálítið aðsnaðlegir, myndi ég segja. Við erum með D-línuna og P og E5 getur líka verið veikt. Þetta er allavega tölvöld þægilegir staða á hvítan. Ok, við skulum baka. Nú hefum við leikur biskup A5, þá bara biskup G5. Sýnir hvað hann getur delst og það er með riddara og biskup 1 og 2. Já, og biskupun G5 er óþægilegur við að eiga, leppar alltaf hérna. Og svo getum við fara að hrókera og leikir hrókur D1, myndi ég halda. Þannig að við skulum fara hérna yfir í aðalínuna C5 sem besti leikur svarts. C5 sem er besti leikurinn. Svartu valdar biskupinn og er hann búið til spil. Drepum á C5, hótum á B4 ennþá. Og nú eru
4 möguleikar, ég ætla bara að byrja á þeim fyrsta. Svartur draumur, biskup á C5. Sýna hvernig getur telst. Riddari F3, hrókering, biskup G5, biskup 1-7, fyrir leppuna, E3, D6, biskup 1-2. Og svona í grunninn þá erum við bara að fara stuttrókera, fara með hrókin á D1. Ég ætla að búa til nokkra örvar hérna. Sett hrókering, hrókunum verður á D1 og pressum á D6. Og erum alltaf með rýmið, hins hrókunum getur farið á C1. Og svartur endar svolítið svona passífur í þessu að mínum mati. Já, og eftir hrókunum fyrir á D1 þá er náttúrulega D6 beðið veikt og hugsanlega hægt að herja á það, sko. Og riddari A6 er einn leikur sem kemur til greina. Þá er A3 bestur. Segjum dróning A5, biskup D2. Og hér er sem sagt hér er smá mikilvægt að mínum að það vera nákvæmur, ekki leika dróning C2, þá kemur dróning A4. Og það er eitthvað sem við viljum ekki raungerast. Svartur er alveg á lífi hérna, sko. Dróning D1 er nákvæmur leikur. Dróning A4, F3, valdar á E4, undirbúum E4 sjálfur og fylgur sér peðsvort. Ég ætla að sýna bara hversu mikla virkni við fáum fyrir peðið. Nú hóttum við þetta biskup drepur F6. Svartur á dróning B5 eða dróning H4 skák. Nú ef hann fer á H5 þá kemur bara E4 og við erum allt rýmið og svarta dróningin er biskupar og svarta dróningin er miklu vandræðum. Hugsanlega dróning D6 að koma. Þetta er bara mjög erfið stað á svart, sko. Dróning G5, B4, sýna hvernig getur telst, tökum á F6. Já, hugmyndið með því er sem sagt, ef það er með drottningu þá er B5 og við erum að vinna kall, sko. Riddari B8, hangir á C8. Þannig að verður að draga með G-piðinu, dróning D4. Já, við erum með bara rosa spennandi stöðu, sko. Riddarinn er kjánalegur á sem sagt A6, við getum kannski verið að hóta E4 og B5 og þá vinnum við kall og peð á F6 er veikt, biskupnum C8 ekki að gera neitt. Þannig að peðið sjálft skiptir ekki miklu máli hérna, sko. Dróning B5 er annar leikur, B4. Nú ef hann fer á A4 með riddarann þá vinnum við bara kall hérna. Og riddarann verður að fara á A6, E4. Og nú fara kallarnir allt inn og eru rosalega virkir. Tökum á F6, má getur með drottningu, hangir á C8, dróning D6. Já, við hótum bara dróning C5 og erum að vinna kall, sko. Svartur er ótrúlega satt er bara leiklaus í þessari stöðu. Þessi biskup á C8 er svolítið vandræða gripur í þessum stöðutípum hefur með hrók á C1, sko. Þannig að þetta er mjög athyglisverð hugmynd að gefa hérna peðið, sko. Segjum biskup drepur C5 sem er vafasamur. Riddarinn á A6 virkar eitthvað astnalegur á mig. Svartur gæti reyndið eitthvað svona en þetta virkar nú einfallega bara tölvöld betra á hvítan. Riddarinn á A6 er svona slæmur kall og ég sé ekki alveg að svart eða bara erfið skákaramöndan hjá svartum hér síns mér. Nú hrókeringar annar möguleiki, dróning C2, undirbúum B4, B4 og hérna E4 sterkuleikur. Svartuleikur D4, leikur riddari B5 og að mér sýnist við erum að vinna peð á D4. Þannig að tekur og riddari 1-5 og hér sjáum við örvunum plönin. Þess að riddarinn á A6 og biskupnum C8 eru slæmi kallar hjá svartum. Maður er alltaf að skoða hvað kallarnir eru að gera í stöðunum, svona meta biskup versus biskup, riddari versus biskup, riddarinn á A6 versus biskupinn á F1 til dæmis.
Já, við erum farin að leika biskup B2, biskup 1-2 og F4 og við erum með gott tak á stöðunni. Ég sé ekki alveg hvernig svartur á að klára almennilega liðskipan. Svartur verður eiginlega að leika rittari B8 og rittari D7 en það er mjög hægvirt. Þannig að biskup dröpu C5 er ekki gott sko. Biskup dröpu C3, dróning dröpu C3, B4. Og stopp með sér. Nú erum við með biskuparið. En svartur reynir að tefla svolítið virt til að búa til mótspil. Hann ásens að rittari A4 eða rittari C-E4. Byrjum með rittari A4. Og ef maður fer á BSS það virkar mjög hallærislegt á mig. Þannig bara með lélega rittar á BSS og við erum biskupar. Þannig að svartur gæti reynd að vera eitthvað virkur. Fórna peði til að opna línur. Ég sé ekki að svartur fái nægilegt spil fyrir peði hérna sko. Við erum bara peðin yfir og með gott hald á stöðunni, sýnist mér. Það var rittari C-E4. Þá er mikið hægt að leika dróning B2. D5 og C5. Og við viljum ekki opna stöðuna núna þegar við erum eftir í liðskipan, bara haldin lokaðri og svo reynum að klára liðskipan og F3 gæti fara að vera hótun hérna. Og D4 svartu verið að tefla virt sko og E3 segjum rittari G4, rittari H3 og valdar á F2 G3 E3 hérna getur komið svona smá flækju framhald en við erum bara með biskupana. Kongur 1-7 valdar á H8 rittari G5 sterkur leikur eða leikileikur hérna og við þurfum ekki óttast þessa stöðu. Búm, dróning F3 það er leikileikur í allir þessari línu og núna hanga allir svörtu kallarnir. Stundu það maður bara standa að sér smá storm og maður gerir það og maður bara með biskuparið og peði yfir. En það er ágætt að fara yfir þetta borð aðeins svona fá tilfinningu fyrir þessu. Já, E5 er annar leikur. Rittari F3. Við erum að reyna að klára liðskipan og pressum á E5. Og já, hrókir er að dreipið bara E5. Segjum rittari C3, biskup C4 og nú erum við búin að klára liðskipan og erum bara peðir. Nú rittari G4 hér, biskup B5 skák og hrókering. Við erum búin að koma kongnum okkar í skjól og svartstaðan virkar smá losarleg. Við skoðaði þetta eitthvað eins. B3 virkar sterkt. Svart getur ekki hrókir það svo glatt. Löngkrókun var annað framhald sem ég skoði. H5, svartur reyna að vera kreatív en hafleikur bara B5 og við sjáum örvunum að það er óviðu ský að koma á drótningaveng. Ég sé ekki að svartur sé minn eitt sérstætt í gangi sko. C6 gæti verið hugmynd að reyna að opna stöðuna. Já, þannig að drótning B2 er sniðu hugmynd hérna. Drótning A5 er annar leikur. Svartur er reyna vildi semst að eyðileggja peðastöðun okkar með að taka á C3. Hún er hérna einhverjum uppskiptum en þetta er alltaf aðeins þægilega á hvítan sko. Aðalega því að biskupinn á C8 er svo slagur.
og við erum bara að leika biskup 1-2, húkera og B4 og svo farum við hrók á D1 og pressa á D-piði. Það er svona mjög einfalt plan. Skulum bakka eins. Já, það er rittari C6 sem er aðaleikurinn. Rittari F3. Þess að erum bara að reyna að klára leiðskipan eðlilega, hugsanlega að leika biskup G5 og E3. Getum skoðað hvað gerist þetta með í þessum stöðum. Fjölmargir möguleikar. Já, þetta er athyglisvert dæmi hérna. Og 1-3 dróninga A5. En já, ég fer betur yfir þessa stöði öðrum variant, það sé ekki. Nú B6 bara E3, H6, dróninga A4, dróninga B6, löngrókun, góðu leikur. Og E3 og allt einu sjáum við að svörtu kallarnir eru allir mjög asnalegir sko. Standa frekar illa. Já, þessi biskup G5 leikur er náttúrulega eiginlega must í þessum línum yfirleitt. Nú H6, hérna er með eitthvað líka. Já, þetta er sama. Þetta er A5, dróning C2 nákvæmur. Hérna bjóðum upp á peðsvortin eins og áðan. Og þetta virðist vera þingað framalt og hvítu vinnur. Þannig að hann getur leikir rittari B6, E5, H6, biskup 1-3 upprópunumerki. Og þá stingum við hérna millileik, rittari F6. Og þetta er það sama þeman. Og hér er hugmyndin að leika hrók út í biskup D3 þetta. Og þegar biskupin fyrir að D3 þá hóttum við hugsanlega biskup H7. Þannig að þetta getur mjög fljótt orðið erfitt á svartan en það veit ekki hvað hann er að gera. Nú H6, A3. Þá er rittari E4 farið að verða hótun. Þetta er að tökum B4 rittin af svörtum, hann getur ekki skákað. Nú er það fyrir á E7, þá myndum við bara tefla þetta svona einfalt, og D1. Og við erum bara að pressa og svartur rittar á A5, hvað er hann að gera? Rittar er C6, E3, löngrókun athyglisverður. Og sem svartur er búin að leika H6 og þá er hann búin að búa til krók á G5. Við getum semst farið að leika rittar E4, G4, krók og G5 og það virkar alveg hættulegt sko. Við skulum bakka eins. Nú rittar 1-4 er ég með sem aðalínuna. Biskup D2. Svartur verður að drepa á D2. Það getur drepið á C5 en það er, ég gef því vafasamt merki, til dæmis til svona einhvern megin. Og þetta er bara svo þægileg staða á hvítan sýnist mér. Þannig að biskup parið og opna D-línu. Þannig að F5 líka. B4. Hérna er þetta D2 sterkuleikur. Og hugmyndin hérna er bara biskup E2, biskup F3, hrók D1 og við erum með biskupar og pressu. Þannig að svartur dreipur á D2, rittari dreipur D2. Hérna eru nokkri leikir, ég er með biskup dreipur C5 sem mainline. F5, valdar E4, E3. Bara sína hvernig gæti telst. Og hvítur með pressu á D-línni og hugsanlega er alltaf rittari B5 geti verið eitthvað vandamál og rittari A4 líka. Með hugmyndinni kannski C5 setna. Það er svona veikleikar í svartstöðinni. Svo baka þess. Hrókering á gen bara E3 transpósar. Rittari D4 vafasamur.
dróning A5, rittari D4 og E3. Þetta bara betra á hvítan. Getum verið að leika A3 og þá fer rittari E4 yfir hótun og bara A3, B4 og biskup drepur C3. Við erum vissilega með 3-peð en það er allt í lagi. Við erum með svona augundaldi á DSS-reitnum sko. Ég ætla bara að sína hvernig getur telst. Og það er bara með þung pressa á svörtum sko. Við erum bara að hrókera og B-línan opin og rittarinn á DSS er mjög sterkur. Getum við semst pressað hans að taka mikla áhættu. En ég ætla að fara þá hérna bara í aðalínu minna, rittari E4, biskup D2, tekið á D2, biskup drepur C5, G3 og B6, svartur og aðra leikir dróning B6, þá verðist þetta endatafl nú vera aðeins þægilega á hvítan. Við erum með peða meiri hluta á drottningaveng, getum fara að plana að leika A3 og B4 og koma hrókunum á C1 og D1. Þetta held að vera hansi kósi. Við erum líka með sterkan biskup á G2. Já. B6, biskup G2, biskup B7, hrókering. Nú svartu getur reynt einhverju rittari A5 leiki. En það er alltaf pressa hérna á D-línni og þetta er bara þægilega á hvítan. Svartu þarf alltaf að hafa augun á einhverju rittari B5, rittari DSS við sinni og svo getur rittarinn farið eflaust á E5 setna. Bakka aðeins. Nú rittari D4 annarleikur, bara sína hvernig það getur telst og rittari D4, nú hóttum við B4 og vinna rittaran dróning D3 og þessi staði bara þægilega á hvítan. Svartur er með bakstætt P og D7 sem er þetta herjá. Þannig að mainline er hrókering, hrókur C1 og er hrókur C8 það er bara A3 og svo getum við að fara að hörfa með drottningun á D1 og leikja B4. Og hér er líka bara einföld plön, drottning D3, H4. Kannski með eitthvað svona rittari G5 hugmyndum og hrókur F1. Biskup 1-7, hrókur F1. Rittari D4, drottning A4. Og rittari B3 fara hérna upprópunamerki. Það er semst D7-pið er svolítið veikt. C5 aðtilsverður möguleiki. Og dróning B5. Já, við erum semst að fara að vinna piðið tilbaka. Og svartur á í smá vandræðum með hérna piðin sín. Og þetta endatafli er bara dálítið erfitt á svartana mínum átti. Þetta var mjög aðtilsvert, það er líka hérna C5. Skulum pakka þess. Nú F5. Valdar E4-inn, dróning D1, upprópunamerki. Og hér erum við með hugmyndir eins og A3, B4 og rittari B3. Nú F4, bara svona síni framhald, dróning D2. Já, og hvítur stendur betur. Við erum semst að fara að leika hrókur C1, getur svo tekið á C5 og þetta er bara þægilegri stað á okkur. Biskupurinn G2 er sterkur og það er mjög ítarlegri skýringar í PGM-skráni, endilega ná í hana þeir sem eru premium áskrifendur. Ég þakka fyrir, ég vona að þetta gagnist einhverjum. Takk fyrir.